tímabili kringu hjálpararsérna á þessum tíma og það var fólk í Kanada, unglingar í Kanada sem vildu komast á mót sem var í London. Hjálpararsérna var stofnaður í London og þeir vildu komast þangað. Nema þau hoppa upp í skip, enga flugvélar á þessum tíma. Þau fara í skipið og fá alveg ömurlegt herbergi einhvers staðar lengst upp á dekki. Og svo fer skipið af stað bara, farþegaskip. Nema þeir eru komin eitthvað aðeins áleiðis, þá byrjar skipið að sökkva. Eins og var kannski ekkert sérstaklega óalgengt á þessum tíma. Nema þessi krakkar náttúrulega verða vör við þetta eins og allir aðrir á skipinu og skipið er að sökkva og þau stökkva út. Og það vill bara svo heppina til að þetta ömurlega herbergi sem þau voru í var við hliðin á vestageymslunni. Þannig að þau fengu öll vesti og voru safe og skipið sökk og haugur af fólki í sjónum. Örfá vesti. Þetta er alveg típist náttúrulega eins og við þekkjum bara sögu frá þessum tíma. Það var aldrei nóg til þess að bjarga öllum. Þetta var svona málamyndadæmi. Nema unglingarnir fengu öll vesti og svo þegar fólk er svona sökkva niður og er að deyja þá kemur andi Guðs yfir þessa krakka. Það gerist eitthvað og það er ekki þannig að það var einhver unglingaleiðtogi sem sagði ok, strákar, nú gerum við þetta svona. Heldur, það voru allir að hugsa sjálfan sig. Ég meina, við erum að drukkna og þau byrja að tína af sér vestinn hvert af öðru og kasta til þeirra sem ófrelsaðir. Ég dey betur en þú. Að fá þessu fólki að heyra. Ég dey betur en þú. Ég fer til himna. Þú verður eiga meiri séns. Spáði þessu. Er þetta hjartalag sem ég þrái? Er þetta hjartalag sem við þurfum? Og það var maður þarna sem fékk vesti og hann greip vesti og hugsaði yes, ég er safe. Svo horfði hann á stelpana, 13 ára gamla og hún var að drukkna. Þannig að hann kastaði vestinu tilbaka. Og hún tekur í vestið og grýtir því reiði tilbaka. Ég dey betur en þú. Einhverjum árum seinna var reunion hjá þessu fólki sem fór inn að bát. Og þessi maður sagði frá þessari sögu þess vegna sagði hann til. Nema hann frelsaðist að sjálfsögðu og allir sem fengu vesti frelsuðust. En spáði í fórninni. Ég gef líf mitt fyrir þig. Ég lifi ekki fyrir sjálfa mig. Ég lifi fyrir Guð og ég lifi fyrir fólki fyrir utan. Allt það sem Guð gefur mér er ekki fyrir mig. Guð er í stórt sett búinn að afgreiða mín mál. Þú veist, Guð geti lostið nær eldingu í þetta hús og við færum öll til himna, málið er dautt. Þetta er svo einfalt. En fólki fyrir utan þarf á okkur að halda. Allt það sem Guð ætlar að gefa mér, gef ég áfram til að fá meir. Hinn sann sem ég langar að segja, kom líka fram á Höfn. Ég er með fullt af öðrum sögum, sko. En það er bara þess að sögur trufla mig þegar ég kem og tala á einhverju svona sameiginlegu dóti. Hinn sagan er þess að það var maður sem heitir Maximilian Kolbe, margir sem að þekkja hann. Benni þekkir hann og sjálfsagt vegararnir. Og það er fínt, þið megið þekkja hann og það er gott. Nema hvað? Að hann stofnaði bræðrareglu. Hann var svona, ekki munkur, hann var prestur. Hann stofnaði bræðrareglu og reglan gekk út á það að fara og ná til þeirra sem var minna máttur sín. Gefa þeim að borða, hjálpa þeim með hitt og þetta. Nema að svo skellar á seinni heimsstyrjöldin. Og það eru Þjóðverjar, mínir ættmenn, með mikil mennsku brjálæði og þeir ætluðu aldeilis að eiga Pólland. Og við köllum það ennþá í dag Austur-Þýskaland. En allavega, við sleppum þeim ekki næst. Nei. Allavega, þegar fréttist af innrásin inn í Pólland, þá gerist það að þessi maður hugsar, ok, ég get ekki verið að halda mínum mönnum hérna innanlands, ég sendi það út úr landi. Og hann bara sendur það burt til að bjarga þeim frá þessu hernámi. Og þeir fara allir, en hann ákveður að vera eftir, því að auðvitað er náttúrulega fólk sem er í landinu og það þarf að hjálpa því. Þannig að hann tekur þá stöðu, ég skal vera eftir. Þið farið, ég verð eftir.
Svo bara gerist það að það verða stofnaðar hérna fangabúðir sem heita Auschwitz og honum hent þar inn. Það var samt haug af fólki. Og þetta voru náttúrulega eins og við vitum náttúrulega hrikalega búðir þar sem fólk var sett í gasklefa og það var drepið og það var alls konar viðbjóð sem gekk á þar. Nema hvað að einn daginn þá struku 2 fangar. Og þeir voru svo sem ekkert að spá í það sjálfsagt þessi 2 fangar en þeir allavega fóru og sluppu og gott og vel. Nema Þjóðverjarnir tóku þess ekki létt. Heldur röðuðu þeir upp öllum fangabúðunum. Og svo það struku 2. Og nú verða 10 að gjalda fyrir það með lífið sínu. Og þeir byrjuðu að pikka út. Þú. Kemur hérna. Þú. Og þeir telja 10. Nema þegar kemur að 10. manninum, þá brestur hann. Ekki taka mig, hvað með börnin mín? Hvað með konuna mína? Ég get ekki farið, ég get ekki skiluð eftir. Og hann bara kom neyð yfir hann byrjaði að hágráta. Og hvað gerist? Annað en það að Maximilian Kolbe, þessi maður sem hafði verið stungið inn og hafði ekki gert neitt alla ævina annað en að vera að hjálpa fólki. Hann stígur fram og segir, má ég deyja fyrir þennan? Spáðu í þessu. Má ég deyja fyrir þig? Og Þjóðverjarnir voru búin að eiga svo miklu vandræði með hann í þessum fangabúðum því að hann gerði ekkert annað en að labba í fangabúðunum, biðja fyrir fólki, tala við fólk, gera allt sem hann gat til þess að létta í lundina. Og það eru til svo margar sögur ef þið farið þarna sögur til Póllands. Þá skilst mér að það séu svo mikið af sögum sem byrjuðu að skrifa á miða, það sem bara vitnisburður um það sem Kolbe gerði fyrir þennan sem slapp. Hvað gerði Kolbe? Í dag er hann náttúrulega dýrlingur innan kaþólsku kirkjunnar og fólk hefur hann í miklu metum. Og það er ekkert að ástæðulausu. Hann var gríðarlega merkilegur. En þetta var það sem var merkilegast. Má ég deyja fyrir þennan mann? Þeir voru ekki settir í gasklefa, þeir var hendin í pínulítinn klefa sem var ekki meira en 1,5 sinnum 1 sinnum 1,5. Þannig að þeir gátu ekki staðið uppréttir. Þeir voru að vera í mesta lagi svona og þeir voru mjög þröngt setnir. Þeir fengu engan mat, þeir fengu engan drykk, þeir áttu bara að deyja í rólegheitunum. Og það var lítill gluggi efst, þetta var niðurgrafið, þannig var lítill gluggi efst sem var þá við jörðina þar sem fólk var úti og það áttu að heyrast kvalirnar sem þeir voru í. Af því að það áttu að gera they were making a point. Nema það eina sem heyrðist var lofsöngur. Því að það fyrsta sem Maximilian Kolbe gerði var að segja öllum frá fagnaðarundinu. Nú erum við bara að fara, þetta er svona einfalt. Við komumst ekkert út úr þessari holu, við komum allir til að deyja. En ef við ætlum að komast til himna, þá verðum við að eiga Jesú í hjartanu. Það er bara þannig. Og núna er eitthvað tækifæri. Og þetta er saga sem hann segir hvað Jesú gerði, hvernig hann kom til þess að deyja fyrir syndir okkar, reisa við lífi okkar og gefa okkur eilíft samfélag við Guð. Þetta er ekki flókinn boðskapur, en mikilvægur boðskapur. Og það var ekkert nema lofsöngur sem kom út úr herberginu. Einn af einum þagnaði. Þau voru ekki teknir út. Þetta var að sjálfsögðu gert til þess að hinu liði illa með þefinn af næsta manni sem var farin að rotna. Og það talaði að þú að geta að lifa kannski 3-4 daga án vatns og matar. Maximilian Kolbe var nánast 2 vikur. Hélt áfram að biðja fyrir föngum, fyrir fangavörðum, fyrir Þýskalandi, fyrir Póllandi og öllu þessu ástandi. Og nú er ég ekki að segja að við þurfum að drífa okkur út og ganga til fólks og segja, heyrðu, má ég deyja fyrir þig? Má ég stökkva að brygginu fyrir þig og þú bara lappar heim? En ég er að biðja ykkur að deyja sjálfum ykkur fyrir náungan. Við megum ekki vera þannig stolt að við getum ekki gefið líf okkar á þann hátt. Það getur ekki sagt, ég þekki Jesú. Getur verið að þú þurfir á hann að halda. Það getur ekki verið þannig að það sé fullt af fólki í mínum bekk að þjást. Fullt af fólki sem er úrræðalaust og veit ekkert hvað á að gera. Og ég er kristinn og ofta að fara með það til himna og hafa það á samviskunni og ekki þorað að segja hverjum frá.